Komið sæl. Við ætlum að skoða hérna línuritið aftur. Það sem að heildartekjur var þessi bláa lína hér og við getum alltaf vita það að heildartekjurnar byrja hér í núlli. Ef við seljum ekki neitt þá eru engar tekjur. En hins vegar er kostnaður þannig að það er yfirleitt einhver fastur kostnaður sem þarf að borga hvort sem við erum að framleiða eitthvað eða ekki. Og við þá byrjar í raun og veru alltaf hérna á Y ásnum að þá byrjar þessi heildarkostnaðarlína, þannig að þessi rauða er heildarkostnaður. Og hér hefði ég átt að láta það koma fram og þið skulu gera það, merkja alltaf línurnar. Hér ætti að standa HK við þessa rauðu og við bláu HT. Nú hér sjáu þið hér sjáu þið í raun og veru punktana sem eru á þessu hér. Ef að magnið var 10 að þá voru heildartekjur 500. Ef magnið var 20 þá voru heildarkostnaður fyrirgefiði 600. Ef magnið er 30 þá er það 700 sem heildartekjur eða heildarkostnaður er. Það er alveg í raun og veru það sama hérna. Maður bara les þetta út hérna. Og ef magnið er 40 þá er heildarkostnaður eða heildartekjur 800. Þannig ef ég vil vita hver heildarkostnaðurinn er, þá les ég út miðað við þessa rauðu línu hérna. En ef ég vil vita hvað eru heildartekjurnar við ákveðið magn, þá les ég hér, ef magnið er 30, þá eru heildartekjur 600. Og hérna sjáu þið í raun og veru punktin. Þetta er bara tekið upp af töflunni sem við notuðum þegar við vorum að teikna upp þetta graf. Nú hér sjáum við að það skerast línurnar þannig að við magnið 40 að þá erum við með jafnvægi, það er að segja jafnvægi, það er þá heildartekjur og heildarkostnaður eru sama tala. Og það er kallað jafnvægispunktur. Þessi punktur hér er kallað jafnvægispunktur. Nú, hann er við magnið 40 eins og þið sáuð á annarri mynd. Þá bara dróguð þetta strikið niður og síðan dragið út línu hér til að sýna hverjir eru þá tekjurnar eða kostnaðurinn. Nú, allt sem er hér, þetta bil hér, þar sem tekjurnar eru lægri en kostnaðurinn, það er tap. Þannig að þið getið til dæmis til að sýna þetta, getið litað þetta svona til að sýna á hvað svæði tapið er. Þannig ef að tekjurnar, ef magnið er 10, þá eru tekjurnar 200 en kostnaðurinn er 500. Þannig sjáu það, allt sem þetta bil er tapið við hvert stykki fyrir sig og svo minnkar tapið alltaf eftir sem magnið eykst og hér erum við búin að ná upp í kostnaðinn. Það sem er hins vegar hér, þá eru heildarkostnaðinn lægri og þá sýnir þetta svæðið hagnaði og þetta bara getur náð alveg hérna lengst upp þessi lína. Nú, það er talað öryggismörk og öryggismörkin, þau eru fundin þannig að við erum hér á jafnvægispunktinum og ef að við erum komin eitthvað lengra hérna, eins og til dæmis komin með 50 einingar, þar sem að hér er fann að myndast hagnaður, þá eru öryggismörkin hér, þau liggja hér á milli. Þau eru ef við tölum þau í stykkjum, þá eru þau 10 stykki, það eru öryggismörkin. Svo getum við reiknað það í prósentum og við getum reiknað það líka í
tekjum og allt slíkt. Þannig að ef að öryggismörkin eru 10 einingar, þetta bil hér, þá getum við sagt 10 sinnum verðið á vörunni. Verðið á vörunni var 20, þannig að það var þá 2000 sem að öryggismörkin væru í krónum. Nú held ég að það sé allt komið sem hér átti að vera, þannig að við vorum að tala að hér værum við með öryggismörk. Ef við seldum 50 einingar, þá eru öryggismörkin hér 10 frá sölutölunni og niður í öryggismörkin. Ef við myndum selja 60, þá var það frá 60 og niður í 40, það væri öryggismörkin. Nú, þetta hér, bil hér, er fastikostnaðurinn. Þetta er bil hér, frá 0 og upp í 400 fastikostnaðurinn. Og svo er þetta að teikna út, sem sagt, ýmislegt hérna, það er hægt að finna út hagnaðinn hér. Ef við myndum selja 50 stykki, þá förum við hér út og sjáum að það er 1000 eru tekjurnar, en jafnvægispunkturinn er 800, þannig að hagnaðurinn, hann er 200 hér, hann er þetta bil hér.